Hvað heitir þú? Ég heiti Hrefna. Hvernig byrjaði þetta allt? Já, það byrjaði nú með því að það var ákveðið í tilefni 100 ára afmæli Listagarðsins að reisa hérna kaffihús. Akureyrarbær ákvað að fara í það og það stóði í stofnsamningnum. Það voru konur sem stofnuðu garðinn fyrir 100 árum síðan og þar skrifuðu þær að meðal annars þar sem ætti að vera í garðinu væri listhús, kölluðu þær, þar sem fólk geti komið og keypt sér kaffi. Þannig að það var raun og veru kaffihús. Og síðan liðu 100 ár og þá ákvað bæjarstjórnina, það væri kominn tími til að opna kaffihús í Listagarðinum og ákvað að byggja þetta hús og fengu arkitekta á arkitektastofunni í Kollgátu til að teikna það og Logi Már Einarsson var svona mest í því og hann er hönnuðurinn að þessu húsi og síðan opnuður útboð reksturinn og Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurður Guðmundsson fengu reka þetta kaffihús og ég er rekstrarstjórinn hjá þeim. En hvernig að byrja að reka kaffihús? Hvernig þetta svona? Það er 100.000 milljón hlutir sem þarf að muna og gera og þetta er bara, það er mjög gott að hafa reynslu af rekstri sem við höfum öll sem stöndum að þessu. Njáll og Sigurður eru báðir í rekstri og Njáll er búinn að reka sæluhúsin á Akureyri og Sigurður er búinn að reka margar verslanir. Ég er búinn að vera að reka ferðaþjónustuna á Ingólfsstöðum. Við höfum öll reynslu af rekstri, af veitingarekstri og af ferðaþjónustu og það er mjög gott og nauðsynlegt. En síðan það sem þegar við leggjum á stað hérna í vor, þá vitum við ekkert við hverjum að búast. Hvort að koma verði ofsalega margir og ofsalega fáir og hversu stórt umfangið var. Ég bjóst nú alltaf við mikilli aðsókn en ekki svona eins og hefur verið. Það fari alveg fram í björtustu vonum. Þannig að það er líka það að maður er að gera allt fyrsta skipti og allt svona alveg í óvissu. Skildi hversu mikið þarf að gera af öllu, hvernig nýtist plássi og svo framvegis. Þannig að þetta er eiginlega búið að fara fram í björtustu vonum. Þannig að það er búið að vera mjög góð aðsókn á þetta kaffihús. Mjög góð. Það er búið að vera á Akureyringar sérstaklega og það er nú bara verið mjög þakklátt fyrir það. Akureyringar hafa verið mjög duglegir að koma hérna, sýnt þessu mikinn áhuga og verið jákvæðir og verið líka að benda okkur á svona að verið sniðugt að gera þetta öðruvísi eða það sem við viljum gjarnan fá hugmyndir af því að við viljum gera þetta verið í þróun og Akureyringar hafa verið virkilega að sýna svo áhuga á ég bjóst ekki alveg við svona miklum stuðningi en það finnst öllum Akureyringum þegar eigi þennan garð. Þetta er sameiginleg eign okkar allra og þar af leiðandi finnst þið kannski eigi pínlítið í þessu kaffihúsi líka. Líka þetta er hugmynd mjög margir búin að hugsa væri ekki sniðugt að opna kaffihús í Listagarði. Svo er hugmyndin komin og þá finnst þér því verða að styðja við hana Velkomin í Nördavatnið, ég heiti Daniel Ívar. Andri. Og við ætlum að fræðast níu töluleiki og væntanlega vitanlega. Já. Fyrsti væntanlega leikurinn í kvöld er Elder Scrolls Online, eitthvað sem allir hafa beðið eftir. Ef þú ert stór aðdáandi Skyrim-seríana þá ætti þetta að vera leikur fyrir þig. Það virkar eins og World of Warcraft, bara fyrstu persónu og miklu meira blóð. Já. Og þessi leikur er fantasy RPG, bara riddarar, sverð og hestar alltaf. Já. Og þetta gerist 1000 árum fyrir sögu Skyrim, Elder Scrolls 5 Skyrim. Og hann er væntanlegur einhvern tímann árið 2013 á PC og Maca. Næsti leikurinn er South Park The Stick of Truth, eitthvað sem margir South Park aðdáendar hafa beðið eftir í næstu 3 ár. Í þessum leik taka leikendur hlutverk nýja stráksins í götunni sem þú býr til einn karakter. Þú bara leikur basically sjálfan þig og South Park er undir árás frá verum utan úr öðrum heimum. Eða frekar sagt hippar, crab people og margir fleiri sem eru aðalur þáttunum. Og auðvitað koma South Park seríurnar við sögu, til dæmis Stan, Cartman, Kyle og Kenny, aðalpersónurnar. Og svo stökkva nokkrar inn úr þáttunum eins og Butters og Jesus og fleiri. Já. Og þessi leikur er frá Obsidian sem eru líka frægir fyrir að gera Fallout leikina, eða vinna eitthvað sem var Fallout leikina. Og hann var líka væntanlega 2012 á Xbox, PlayStation 3 og PC.
Og næsti leikurinn sem við fjöllum Dust 514 frá CCP sem íslenskt fyrirtæki sem gerði EVE Online leikina. Í þessum leik taka leikmenn hlutverk málaliða sem fer á milli pláneta og tekur sig yfir plánetunum. Þetta bara, og það sem mjög einstakt þennan leik að hann tengist EVE Online bara fullkomlega. Þessi leikur frá PlayStation 3 og hann tengist EVE á PC. Og bara meðan aðrir eru út í geimnum að spila PS-tölvunni að springa gameskip út í geimnum þá þú að berjast á plánetum við aðra leikmenn sem eru líka málaliðar og þetta bara fólkið sem í geimnum það getur ráðið þessi málaliða til að taka við plánetum til að þeir fái hluti svo resources, kristallafra til þess að halda sér áfram og hver bardagi hefur áhrif á leikin í heildina eins og efnahagsástandið og bara ástand plánetunar yfir höfuð og þessi leikur væntanlegur árið 2013 á PlayStation 3. Og nú má fara að tala nýja leiki, en því miður bara einn leikur núna þessi dagskrá og það hinn afar skemmtilegi Lollipop Chainsaw. Eitthvað sem margir hafa bara ástfangin af. Ok, leikurinn inniheldur aðalpersónu Juliet sem svona mætti segja stereotýpa af bandarískri klappstýru, stutt pils og ekki mikið af ofanverðu, en þessi leikur zombie hunter slasher, bara uppfanningamorð með keðjusög, minnir God of War og alla þá leikinn. Og þessi Juliet þarf að komast á bara, hvað að segja, að upphafi uppfanningafaraldursins. Og já, það bara komið. Já, bara. Takk að kærlega fyrir mig. Bara takk fyrir mig. Og ég spila God of War og unnið. Við erum hérna á Akureyjarvelli. Þetta fyrsti staðurinn sem við förum á í sumar til að tjekka hjólastóla aðstöðu hérna. Ég þekkti einu sinni falla fól sem flakkaði í hjólastól með bros á vör og berjandi þó lóminn. Hann óklags í veg fyrir valtara og varðað pressu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varðað klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Ég þekkti einu sinni fallafól sem flakkaði í hjólastól með bros á vör og berjandi þó lóminn. Hann óklags í veg fyrir valtara og varða klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varða klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Ég þekkti einu sinni fallafól sem flakkaði í hjólastól með bros á vör. Nú erum við komin að Þórshöllin, þar var mjög gott aðgengi, fatlaðastæði á mjög góðum stað. Við komum inn á norðan og að stúkunni þar var sérgerður rampur fyrir með hjólastóla. Minjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varða klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varðað klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varða klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Fallafól, flakkandum á 10 gíra spýthjólastól. Óklags í veg fyrir valtara og varða klessu og íbara. Þeir tók hann upp með gítispað og sett hann beint á sjónminjasafnið. Ég
Darri. Og við ætlum að tala Prometheus. Sögutræða myndarinnar sem sagt þannig að það hópur vísindamanna sem finnur svona fornleifar og það búin að finna eiginlega eins fornleifar út allan heim sem að segja nákvæmlega sama. Það sem sagt hópur af fólki að tilbiðja einhvern risa eða einhverja mannesku, einhverja risastóra veru sem að benda á einhverju stjörnur eða sólkerfi eða eitthvað. Og síðan að því þetta gerist í framtíðinni þá geta þeir actually eitthvað gert. Og við viljum gefa henni hvað? 8 dósir af 10 mögulegum. Nú ætlum við að tala aðeins The Amazing Spider-Man. Hún kemur í kvikmyndahús 4. júlí og það verður mikið beðið eftir þessar mynd. Það er raunin verið svona, kannski ekki að endurgera en að segja söguna upp á nýtt. Núna svona, er þetta byggt á teiknimyndasögunum meðan hinar myndirnar voru meira svona byggðar á upprunalegu hugmyndinni Spider-Man sem Marvel gerði. Sem sagt, Peter finnir vísbendingu sem hjálpar honum að finna út hvernig foreldrar hans hurfu eða dóu. Sem sagt, Peter finnir vísbendingu hvernig foreldrar hans hurfu eða dóu og þá kemst hann svona upp á móti illmenninni í myndinni sem sem sagt fyrrverandi félagi föður hans. Nýji Spider-Man leikinn af Andrew Garfield sem var leik í The Social Network og örugglega einhverjum fleiri gáfulegum myndum. Og síðan sem sagt Gwen verður leikinn af Emma Stone sem leik í ECA og Zombieland. Og nú ætlum við að fara að sjá trailer frá myndinni. I gotta stop him, because I created him. That's not your job. Maybe it is. "38 of New York's finest versus one guy in a unitard. If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man." I'm in trouble. Góðan daginn, við erum hérna fyrir framan Borgarbjó, ætlum að taka viðtal við hana Lindu sýningarstjóra, koma að sjá hvað hún segir. Góðan daginn, hérna samið myndinar milli bíóa eða bara fyrstu kemur fyrstu fær reglan? Það eru ólíkir dreifingaraðilar sem sjá að dreifa myndunum til dæmis. Við fáum myndir frá senu og myndform og meðan sambíóum frá myndir frá samfilm. Ok, hérna, af hverju hefur bíómenn hækkað svona mikið? Er það því það er búið að minnka hérna, svona aðsóknar bíó eða? Nei, það eru bara allt búið að hækka og það er leiðandi að hækka líka framleiðsla á kvikmyndum. Já. Og svo erum við líka að fá nýjar vélar og nýja tækni þannig að það er mjög dýrt að skipta út svona nýtt. Þannig að eru meiri aðsóknar að 3D myndum en öðrum? Nei, ekki meiri kannski, en fólk hefur mjög skipta skoðanir á því. Mörgum finnst þetta eiginlega bara pirrandi á meðan aðrir eru finnst þetta fínt. Það er bara svipað aðsókn myndi ég segja. Já, ok. Hérna er oft kvartað við myndum eftir? Nei, ég lendi ekki oft í þessu kvartað, nei. Ok, hefur einhver komið og vildi fá endurgreitt út að myndin var léleg eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki svo í muni. Ok. Hérna, hatar þú sambíóin? Alls ekki. Nei, bara mjög hrifin sambíóin. Það er alltaf, takk hérlega.